Ívar hér, flugismiðinni. Í kvöld ætlum við heldur betur að fara í það sem heitir Djúpalögin. Þessi fluga er ekki kannski alveg fyrir byrjendur, en það er alveg ástæðulaust að nýta hann ekki strax eiginlega, af því þetta er nafntógufluga. Hún er eftir mann sem féll frá á árinu og við nýtum þetta til minningar um hann. Hann hét Sigurður Pálsson, Siggi Páls, og þetta er ekki eina flugan sem liggur eftir hann og rót veiðir, heldur eru það er ansi margar árnar. En þetta er engin önnur fluga heldur en flæðarmúsin. Hvorki meira né minna. Og þetta vídeo verður aðeins lengra sennilega en allina því þetta er uppbyggingin á þessari flugu er aðeins, hún krefst aðeins meiri vinnu og er aðeins ítalegri. Við byrjum á því að festa bláan íkorna hérna í stélið. Þannig að stilla hann hérna af, þannig að hann verði ekki með neinn læti og þetta er friðs hérna. Nei, svona. Þetta taka þetta svona upp og þetta vísa akkurat svona. Og svo nýtum við þetta fram hérna. Það er alltaf að hafa þetta undir búknum, svona hingað. Og klippa þetta hér og tekum við hárið bara hérna allir upp eða niður eftir atvikum. En þessi fluga er líka nýtt vegna fyrirspurna um þessa flugu. Það er ákveðið maður sem hálfpartinn búinn að suða dálítið um þessa flugu í mér. Hann heitir Orri, góður vinur minn, gamall vinnufélagi, frábær drengur, algjör meistari. Sakna hans mikið að það hefur verið ekki að vinna með hann lengur. En Orri er búinn að biðja mig með þessa flugu, þetta er uppáhaldsflugan hans og þá náttúrulega hvað gerir maður ekki fyrir vinni sína, fyrir biðjamann. Þannig við erum búin að setja stélið á fluguna, næst kemur kragi á hana sem er strútsuffjöður, þetta er eins og þessum fínni laxaflugum. Festum þetta bara hérna niður og kraginn kemur bara akkurat hérna. Vint fyrir aftan stél, er rétt fyrir framan stél öllu heldur og það má hafa kragan alveg áberandi, þannig að við hefum svona 3-4-5 snúninga, það gerir ekki til svona, látum þetta duga. Og svo fyrir framan þetta kemur sem sé svona silfur channel, ekki alveg hvað þetta heitir. Svona, og þessi fjöður orðin alveg pikk föst. Klippum þetta í burtu og nýtum þetta hérna niður. Þetta er svona, eins og þetta heitir sko, hérna, vöf. Það stendur hérna, já, Silver Channel, það er það sem þetta heitir. Þetta reyta svona aðeins af því. Ástæðan fyrir því er svo að við viljum festa þetta hérna niður, svona, akkurat hérna, alveg hérna aftur í, svona, kannski svona, já, þetta, og svo fyrir við með tvinnan fram að helmingurum af bóknum sem er svona hingað cirka. Svo vefjum við Silver Channelinu utanum búkinn og fram á við. Ég er ekki til svo að þetta sé uppáhaldsflugan hans Orra og uppáhaldsfluga margra veiðimanna vegna þess að þessi fluga er alveg bara bókstaflega geggjuð hönnun hjá honum Sigurði heitnum. Þetta er gríðarlega öflug fluga þegar þú ert að veiða superþing og ég sé menn vera að nýta þetta alveg neyri krók, sko, eða upp í krók nummer 2 og 1 jafnvel, þá er þetta bara eins og alvöru bara seiði á stærð, stór seiði meira að segja. Og þetta er, já, gríðarlega veiðileg fluga. Kennt, sem sé, flæðarmús var þjóðsagnakennt kvikindi. Ég kann nú ekki alveg nákvæmlega sögurnar af því, en þetta er kennt við, flæðarmús var eitthvað svona aflaðið er fjár. Þetta er eitthvað svona galdra þölu dæmi í kringum það. Ég ætla ekki að fara með það hér. Ég ætla bara að nýta fluguna. En já, við erum búin að festa eins og við sjáum hérna niður ávallt gull og fremri búkurinn á þessari flugu er sem sé rauð ull
sem ég er búin að stela frá móður minni, eins og flestu hérna í þessum nýtingasetti, það er allt tekið ekran á mig. Rauða öllin kemur svona og svo þurfum við að passa okkur alveg gríðarlega í þessari flugu að skilja eftir pláss hérna framan 2-3 mm út af hausnum vegna þess að það er skegg á henni, það er vængur á henni, það er hárvængur á henni og það er alls konar gúmmilæð og skemmtilegheit að fara að koma fram hérna á þessa flugu. Þannig að mæli með því að menn eigi og passi upp á plássið hérna framanverðina, það sé í rauninni nóg af því alltaf eftir. Sjá, kemur þetta hérna svona. Það er ekkert að því þó að búkurinn mjókki fram eins og hann gerir hérna hjá mér því að vængurinn sem er að fara að koma á þetta tekur alveg pláss. Þá kemur þetta svona og ég eiginlega hlæja þessu þegar ég nýtti þessa flugu fyrst þá tókst þetta ekkert sérstaklega vel en æfingin skapar meistarann í þessu eins og mörgu öðru. En það er svona, ég veit ekki hvað þetta kalla þetta, vængkvíði, ég veit ekki hvort það sé gott orðið við þetta. Alltaf kvíða svona þegar menn fara að nálgast vængin á flugunni og sjá hversu lítið pláss menn hafa skilið eftir. Þetta er kannski full þétt vafið hjá mér. Þetta vefið svo kannski svona, já. Þetta er eitthvað nærri lagi. Svona. Já, og vængkvíði, er það ekki ágætis orð? Það er kvíðið sem flugunýtingamaður fær þegar hann sér að hann er komin í vond mál með plássið fyrir vængin. En við ætlum að reyna að sleppa við það í dag. Já, þá er næsta skref á dagskrá. Það er skegg á þessa ágætu flugu og það gerum við hérna úr hvítum bucktail. Þetta er alveg örfínt bucktail sem ég fann hérna. Mjó og fín hár. Og það á ekki að vera mikið af, það er að segja ómikið af þeim, heldur þurfum við að mæla þetta hérna út svona. Klippa þetta til á staðnum. Kemur þetta hérna svona og stendur aftur úr og ég ætla að leyfa mér að nota mér tæknina sem við höfum hérna, það er að snúa á væsnum og festa þetta hérna niður svona og þetta er ekki allt í skeggið á henni vegna þess að í skeggið á þessari flugu kemur svona silfur. Þetta silfur er svo lítið og hérna þetta loðir við allt þetta silfur, þetta er hundleiðilegt að vinna með en eins og maðurinn sagði, ég fekk það á svo góðu verði þannig að það réttlætist þar með. Þá er silfrið komið niður og þetta er svona eina af þessum flugum sem voru að passa að taka ekki of marga vafninga upp á haus. Svona og látum þetta duga, svo kemur bara hausa á þetta eftir. Þannig að við snúum henni, þá erum við búið með skeggið, þetta gengur vel allavega enn sem komið er og þá er vængurinn eftir á fluguna og vængurinn er rauður bucktail og hann kemur þá einhvern veginn, hann nær svona hérna aftur að öngulbug og rétt aftur fyrir öngulbug, þetta er of langt og ég ætla að nýta mér alveg hiklaust að nota mér mitt lakk hérna, flugulakk til þess að skella hérna dropa á bucktailinn, hann að verið kannski til friðs einhvern tíman og nýta tæknina. Þetta er tricks eins og ég er búin að minnast á í öðrum vídeóum. Þetta kendi Jón Heitinn Sigurðsson mér og hafði hann ævarandi þakkir fyrir þetta. Þetta er alveg bylting eins og einhver sagði nú einhverju síðun daginn. Og þetta væri í rauninni bara algjör bylting í þessu að nýta laxaflugu fyrir sig. Þá koma fjaðrirnar. Þá kemur fjaðurvængurinn. Og það er fyrst koma rauðar fjaðrir, 2. Og þær höfum við hér og við setjum það á móti hvor annarri. Þannig að sem sé hliðin sem er skína á en ekki bakliðin, heldur skínandi hliðin á að snúa út. Og við þurfum að jafna fjaðrirnar, cirka. Sjá, þær eru núna næstum því jafnar. Hérna, já, svona. Svo þurfum við að klippa fram hana, þetta hérna. Og þetta þarf að vera nákvæmt vegna þess að ef þú klippir þetta of langt þá er þetta ónýtt og þetta fara að ná í aðra fjaðrir. Þegar sé of stutt og svo til þess að það hlýði þá nota ég fjaðurklemmuna hérna til þess að taka aðeins og svo kremja endana náttúrulega saman.
rétt svona stríkættið en dálítið þétt. Þú getur gert þetta með nöglunum á þér. Neglurnar, það er hægt með nöglunum og það er meira hægt á því að maður slíti þær. Þá kemur vængurinn hérna ofan á. Svona. Og það er komin hausnúta eða kvíði út af hausnum. Nei, ég er að grínast, það er ekki kvíði. Svo koma svartbekkjóttar eða grá svartbekkjóttar fjarir, hanafjarir, og þær koma utan við þetta. Og mega vera samkvæmt bókinni svona ívið lengri. Það er sjá, við mælum þetta, þær eru kannski full langar hjá mér. Þá bara styttum við hérna bilið, tökum aðeins að þeim hérna. Ekkert að því, svona. Látum þetta duga hérna. Þá erum við að stytta hinafjöruna. Þetta er flott svona. Þetta er styttingum svona 6 mm á hvora fjöður. Svo setjum við þær hérna yfir þetta. Og þær þurfa að koma yfir í rauninni sko, og vera báðum megin við til þess að ekki fela rauðu fjarirnar, heldur svona að vera utanum þær eða yfir þær. Ég hvort þessi smekksatrið eða eitthvað svoleiðis, við hafa kennt að nýta þessa flugu þannig. Og ég held í alvöru talað að það sé betra að nýta eina fjöður niður í einu hérna. Það er ekkert grín. Þá verður þetta svona. 2 slög herðum þetta hérna. Svo kemur hinn hérna nær mér. Svona, þá eru þær komnar á svona að ég sé sáttur við þetta. Þetta er náttúrulega bara erfiðari fluga heldur en margar að nýta. Og nú getum við tekið stammana af hárunum eða fjöðrunum hérna framan af og búið til haus á þessa blessuðu fallegu flugu. Þá búið við til hausinn og mótum hann og þann þarf að vera svona, ég er ekki að segja alveg eitthvað risastór, en það eiga bara auga á honum. Samkvæmt uppskrift. Rauð augu með gulum augastein og við náttúrulega förum ekkert að svíkjast undan því hér, heldur máli við augun á hana. Glæsilegt. Þá erum við komin hérna í þá óskastöðu að hnúturinn er næsta skref og hann gerum við hérna og nú erum við komið með það stóran haus og við getum nýtt okkur í rauninni sjáum við til hérna kverkina hérna undir til þess að fela hnútin í henni og þá sést hann ekki, ber ekki á honum og hann verður alveg til friðsatnendir. Tala um reynslu þar. Svona. Ég ætla að vona orri vinnu með þessi ánæður. Þvílík fyrirhöfni, ég er búin að vera hálftíma að taka til og finna efnið í þessa blessuðu fallegu flugu. Flæðimúsina hérna. Glæsileg fluga, þetta er gullfalleg fluga. Hún er klár, eina sem við erum að gera það er að bregða á hana lakki og svo málum við á hana augun eftir smá stund. Lakkið er, ég ætla að nota ufaflím á þetta, ég ætla að vera bara að splæsa í dýrari, vera bara dýra á því sko. Þá notum við ufaflímið til þess að loka þessu. Það er eitt líka við ufaflímið, það er miklu fljótari að herða það og þarna heldur en ég að vera að bíða í 10-20 mínútur eftir venlegu lakki. Það er hér svona glæsilegt og þetta er ekkit, þetta lím sem ég nota sem er frá Solaris er alveg frábært. Þetta er ekkit sem sé, þetta loðir ekkit við þetta, það er alveg æðislegt. Þá fer hún í sólbað, ufaft sólbað, blessunin, svona. Og gott og þá er ekkert annað eftir nema að mála augun á þetta. Þetta getur verið dálítið vandaverk. Borgar sig að taka frekar lítið að málingu eða lakki. Ég ger þetta svona. Svona, hérna þið sjáu þetta tókst ágætlega. Þá þarf að taka þetta ágætlega hinum megin.
líka. En þetta verður fyrsta og síðasta flugan sem ég nenni að lakka í heilu vídeo. Það er vídeo inn á rásinni sem heitir lökkun auga og straumfluga og þið verðið að gera ykkur það að góðu. Börnin mín góð. Það leyfið svo aðeins að taka sig og hendum svo gulu augunum á eftir smá stund. Þá er það augasteinnin í fluguna. Það er mjög vandasamt verk. Ég ætla ekki að nota tannstöngul. Ég ætla að nota nálina og ég ætla að nota alveg bara blá endan á nálinni. Bara með svona pínu litlu á augasteinnin. Þessi tókst. Það var að hinn. Þetta er vandaverk, það er auðvelt að setja allt of mikið og þá verður hún bara með gulu augu. Við viljum það ekki. Við viljum heldur ekki hafa þetta á lítið. Sjá. Kemur þetta hérna. Nú er hún komin með augu. Hún er farin að sjá. Þú litið í spegil og líst bara nokkuð vel á sjálfa sig. Ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið og við sjáum stress og kott í næsta vídeo þegar við endilega gera áskrifendur á rásinni, setja like á vídeo, deila því ef þið viljið. En þangað til næst þá þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið og við sjáum stress og kott.